velkomin aftur. Við ætlum að halda okkur við matreiðsluna en á morgun verður haldinn svolítið áhugaverður viðburður á Akureyri í Ketilhúsinu. Alþjóðlegt eldhús sem skipulagður af Fjölmenningaráði Akureyrar og hún komin til mín hérna hún Ester Ádorf frá Fjölmenningaráði Akureyrar, ekki satt? Já, það rétt, sæl. Sæl og bless og velkomin. Takk. Þið eruð að standa fyrir þessum viðburði á morgun, alþjóðlegt eldhús. Hvað geturðu sagt mér, hvað að fara að eiga sér stað þarna? Sko, við gerum það núna í 4. skipti og þetta hugmynd kom eiginlega upp fyrir 5 árum. Það var lítið hóp sem kom saman og við vorum svona aðeins að spá hvernig við getum verið aðeins meira sýnilegur hérna á Akureyri. Og svo poppa bara upp, já, eigum við ekki bara halda svona alþjóðlegt eldhús og sýnum bara Akureyringum hvað við búum til í okkar heimaland. Já. Og já, þannig þróast það og við erum mjög sátt og þetta gengur rosalega vel. Já, frábært. Þannig að þetta eru sem sagt fólk sem býr hér eða er hér á Akureyri eða á þessu svæði sem er samt á uppruna annar staðar í öðrum löndum. Já. Og eru það þau sem elda matinn? Já, þeir elda matinn og það eru ekki bara íbúar hérna á Akureyri, heldur líka skiptinemi sem taka þátt í því og þetta eru ansi marga núna. Hversu margir? Við erum eitthvað rúmlega 20 lönd sem taka þátt á morgun. Já. Og þetta verður spennandi. Og eru það frá öllum heiminum, alls konar lönd og alls konar... Já, jú. Já. Þá verður fólki bara að mæta til að sjá. Já, einmitt. Þetta er í 4. skipti sem þið haldið þetta? Já, það er í 4. skipti. Hvernig hefur þetta gengið fyrstu 3 skiptin? Það hefur gengið mjög vel. Við byrjuðum minni mig við 15 lönd og það hefur alltaf verið mjög góð feedback frá fólkið og spurt hvenær við gerum þetta aftur og allir brosandi og maturinn eiginlega klárast alltaf. Það er svoleiðis? Já, það er svoleiðis og auðvitað er ekki hægt að elda fyrir 18–19.000 manns. Þá er bara mottóið fyrst kemur, fyrst fær. Auðvitað. En, já. Það er náttúrulega, það kostar ekkert inn, þetta er bara, fólk getur bara mætt og borðað eins og það vill. Já, með smá tillitssemi að þetta er nú bara smakk og fólkið á kannski ekki að koma glórhungruð þangað. Nei, það sjálfsögðu. En, já. Hvað er markmiðið með þessu? Hvers vegna fóruð þið út í þetta upphaflega? Til að vera sýnilegur, til að sýna, ég held margir á Akureyri vita ekki einu sinni hversu mörg þjóðlönd eru hérna í bænum og það eru yfir 50 þjóðlönd. Ég er ekki alveg með tala á hreinu, en það eru ansi marga. Við erum sem sagt bara með minna en helmingurinn sem tekur þátt á morgun. Já. Það er ótrúlega mikið. Ég er ekki viss um að allir séu með það á hreinu. Nei. Og ekkert mál að fá fólk til að taka þátt í þessu? Eru þáttakendur bara viljugir að taka þátt? Já, þá mættu mjög margir á fyrsta fundið og svo bættist bara einn og einn við og þessi spurning kemur bara upp á Facebook og þá dreifist þetta bara í háskólanum og hérna í bænum og já, herðu, mér langar að taka þátt líka og get ég bætist við í hópinn? Já, velkomin. Gjörðu svo vel. Yfir 20 lönd, hvernig mat eru við að fara að sjá þarna morgun? Vantarlega alls konar matur eða hvað? Já, það er alls konar matur. Það er frá súpur, yfir brauð, eftirréttir, eitthvað sem er einfalt að búa til og svo lenda mjög margir í það vandræðu að þeir vilja búa til eitthvað sérstakt en svo er þetta ekki hægt af því það fæst ekki allt sem þarf. Já. En ég held við erum með eitthvað frekar fjölbreytt á morgun. Og er þetta þá réttir sem eru svona einkennandi fyrir menningu þessara landa, vantarlega? Já, það var skilyrði. Veistu hvað verður frá Íslandi? Já, ég veit hvað verður frá Íslandi og ég segja frá því. Endilega, það verður mjög spennandi. Já, frá Íslandi verður flatbrauð og hangikjöt. Já. Og ég hef ekki frétta neitt annað að það stendur. Matur náttúrulega er dálítið stór hluti af okkar lífi. Þetta er kannski svolítið góð leið til þess að veita innsýn inn í ólíka menningu því að matur er svo stór hluti af okkur. Já, og veiða fólkið. Þegar við gerum þetta síðast í Ketilhúsi þá vorum við eitthvað 400–500 manns yfir þessum 2 klukkutímum það sem það stendur.
og þetta margir sem mæta, já. Hversu mikinn skilning finnst þér Akureyringar og Íslendingar sýna svona ólíkri menningu og hefði í matargerð til dæmis? Sko, mín reynsla að Íslendingar eru mjög opin fyrir allt saman og það bara góð viðbrögð og mjög forvitin og spjalla þá við fólkið og hvað þetta og hvað hitt og þetta þannig gert og hvernig smakkast þetta og þetta var allt mjög jákvætt. Og opnir, já. Já. Og þú ert í fjölmenningaráðinu. Hvað eru þið að gera svona fyrir utan þennan viðburð? Ekki mjög mikið. Þetta eiginlega það stærsta sem við gerum yfir árið. Það var reyndar ekki í fyrra, en við þurfum aðeins að vinna í því. Já, að vera meira, að gera enn meira. Eins og segi, það eru fulltrúar frá mjög mörgum löndum á þessu svæði og þetta er frábært að geta komið því á framfæri og sýnt ólíka menningu á þennan hátt. Já, þá verður líka 2 atriði á morgun áður en þetta byrja. Já. Það verður einn dans frá Tæland og svo líka frá Bretland smá atriði. Svo fólki sem langar að sjá það þurfa bara að mæta strax klukkan 2. Frábært. Klukkan 2 á morgun. Já. Svona praktískar upplýsingar. Þetta í Ketilhúsinu. Passar. Klukkan 2. Hvað stendur þetta lengi? Þetta stendur yfir svona 2 tíma rúmlega. Og reynslan okkar segir að þá maturinn eiginlega búið hjá öllum. En auðvitað fer eftir hversu margir mæta og hvenær. Já. Og það eru allir velkomnir? Já, allir velkomnir. Frábært. Ester, takk kærlega fyrir komin og við hvetjum bara alla til að koma á morgun. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og við höldum áfram hér í föstudagsþættinum eftir skamma stund þegar við tölum við Arnar Má Arngrímsson, verðlauna rithöfund.